Sigurbjörn, segðu okkur aðeins frá þessu stórglæsilega móti ykkur. Ja, við erum að halda þetta mót í 13. skipti og ég er búinn að vera hérna í öll þessi ár. Byrjaði bara sem áhugasamur foreldri og svo fór ég að vinna fyrir deildina og er komin í allt frá því að sópa á gólfi upp á stýramótinu. Þetta mót er mikið stækkur á þessu milli ára? Já, þetta hefur verið svona stærst farið upp í 72 lið. Nú erum við 48 lið og sem er mjög passleg stærð. Besta stærðin fyrir okkur er að fara upp í 60 lið. Þá gengur allt mjög því við erum búin að bæta við völlum og svæðið voru stærra. En að 60 lið er svona draumatalan eitthvað næsta ár og þá er það komið í svona þægilega stærð. Allir hafa nóg pláss, nóg af völlum, ekkert stress og þannig að þá gengur þetta langt best á því. Veðrið náttúrulega hefur mikið að segja í svona móti. Já, klárlega. Þetta hefur ekki alltaf verið svona. Við höfum fengið verið mjög heppin gegnum tíðina. Við höfum alltaf náð að slíta mótuna á sunnudag í góðu veðri. En hina dagar höfum við fengið nánast stundum bara áskrift á rigningu. En nú er þetta náttúrulega búið að vera bara dásamlegt. Og þið eru með náttúrulega fulla dagskrá fyrir þessa stráka? Já, við erum með sko á föstudeginum er þetta hraðmót og þá svona getur skiptuð liðunum aðeins betur. Og þá kemur sundlaugapartíð á föstudeginum og svo náttúrulega byrja bara á laugardeginum að spila klukkan 9 á morguninn og svo fara alltaf liðin í bíó, fara svona eina bíósýningu og þá fara A-lið saman og B-lið saman og þá kannski hittast strákarnir úr Singurufélögunum að kynnast. Svo erum við kvöldvöku á laugardagskvöldinu í Vallaskóla og sem sagt svo endaðum við nú á sunnudaginn. Við bara ákvaðum að poppa upp núna og bjóða upp á pulsu svona bara í tilefni þess að nú erum við fyrst að kynna þetta sem opíumót, ekki sem ólífsmót og þeir hafa komið vel að þessu með okkur núna og þannig að við ákvaðum bara að setja í svona slá undir og grilla pulsur þannig að það er ekki hægt að sleppa því á svona degi. Og næsta dagskrá þá bara svo verðlaunafningin? Verðlaunafningin byrja bara núna korter yfir 1 og svo og hún er ekkert löng, fer bara fram á aðalvellinum og þar söfnum öll í liðum og þar fá við raun og veru helmingur og þáttökunum fá verðlaun. Því að við skiptum þessu niður þannig að það er helmingurinn af keppandi sem fara heim með verðlaun þannig að það er mikla líkur menn fá verðlaun á mótinu. Takk fyrir. Takk.